Góðan daginn. Við erum á enn einni stundin okkar sem við erum farin að þekkja og vita svona hvað snýst. Þetta er vikulegu þáttur sem hefur verið í nokkur ár og með svo sama sniði, en þó ekki því að í hver sinn er nú eitthvað nýtt efni sem að við nú kannski aðeins draga okkur nær Jesú og þá er markmiðinu náð. Hvað gerir hins vegar, það veit ég ekkert en þetta er allavega það sem að Drottinn hefur uppálagt mér að gera. Og sem kristinn maður sem að trúa Jesú og tigna hann og tilbið, þá geri ég það sem hann býður. Og það hvet ég líka til þess að gera því að sértu kölluð manneskja, þá líka hefur hlutverk. En spurningin er, svo þetta geta að svara mér henni, er ég að rækja mína skyldu eða ekki? Skylduverk. Páll talar það á einu staði í orði Guðs að það sem hann sé í raun að vera að vinna skylduverk þegar hann boðar. Og þannig er það með mig og þig að við í raun og veru erum að gera skyldu okkar þegar að við til að mynda gerum verkin sem Drottinn hefur kallað okkur til að gera og ég er til að mynda kallaður til að gera þetta og ég hef sinnt því. Ég get hætt þessu hvenær sem ég vil, en þá er ég líka að ólíðnast lifandi Guði og það er nú kannski ekki alveg eins gott eins og að nenna þess ekki. Þannig að Drottinn gefur manni kraft til þess að vinna þetta og halda út, því að hann gefur okkur úthald. Ef hann snýtt ekki, þá fjarar undan úthaldinu, þannig er þetta nú bara með manninn. Og ég tala hann ekki þegar hann er að vinna Guðsverk, því það er ágangur á það, veist það. En hann gefur okkur úthald og kraft til þess að sinna þessu, því hann veit þetta allt. Og hver er það sem að ég vil hindra? Við vitum hvað hann heitir Satan. Og hann er hérna út allt. Hann veit allt þetta fólk sem er kristið. Og tala hann ekki þá sem eru kannski í ykkur í framlínu. Hann veit allt þá. Og hann er náttúrulega með alls konar í gangi til þess að fjarlægja þetta fólk. En Drottinn er stærri. Og með þú heldur í trúna og tilbyður hann og tignar einan og þá ertu vendaður og varinn af honum og þá væni minn heldur þú bara áfram. Og það er ræmitt sem við að gera, við að halda áfram. En öll þessi hugsun, hún kemur upp vegna þess að við erum bara tilfinningaverur og látum orðum manna og kvenna jafnvel hafa áhrif á okkur til neikvæðrar áttar. Og það er einn af þessum veikleikum okkar mannana. Að við erum að taka sumt óstindu og það er viss ljóður sem að fylgir bara mannkyninu, ég veit ekki hvernig við losnum við það. En við getum hins vegar að segrast á þessu þar að með því aðferð að ganga daglega í takt við Jesú. Og ef þú ætlar að ganga í takt við einhvern, þá liggur fyrir að þú þarft þá að þekkja hann. Þú gengur ekki í takt við nokkra manneski sem þú veist hvorki hausnisborð á. En þú hefur alla möguleika til þess að ganga í sama takti og viðkomandi ef þú þekkir hann. Og við þekkjum Jesú vegna þess að hann þekkir okkur. Það byrjar alltaf þar. Hann tók okkur að sér, þekkir okkur, og svo fyrir við að þekkja hann. Og meira, okkur vera líka vel þessi samskipti og við viljum gera þau nánari og traustari en þau voru til að byrja með. Og það er vinnan sem við erum í. Áratugum seinna erum við raun og veru enn í þessari vinnu að treysta þetta samband. Þess að við tilfinningaverurnar erum við þær uppi og niðri og út allt þessu milli. Þannig að trúin okkar er vissulega
góð og örugg og allt saman það, en hún hindrar okkur ekkert í að vera menn. Þannig við erum að glíma við allt það sem annað fólk er að glíma. Til að mynda hvað var það vonbrigði og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þó að menn séu kannski misjafnir þar að láta vonbrigði með annað fólk kannski hafa áhrif á sig, en þá held ég að við séum ekkert á okkur sé alveg laust við það. Akkur vonbrigði með annað fólk, það getur auðvitað verið margar ástæður fyrir því að við erum kannski til að byrja með að vænta annars en þetta fólk getur sinnt. Og þá er alveg möguleiki á því við verðum fyrir manni svakalega vonbrigðum. Þannig að vonbrigði eru ekkert endilega rétt og satt og allt saman það, en þarna kemur enn og aftur upp þessi veikleiki manna og kvenna og okkar. Hann liggur þarna að við metum ekki rétt, við vegum ekki rétt og verðum þá fyrir þessum vonbrigðum sem að setur okkur hlaupaskó og við bara hlaupum út. Við viljum ekkert með þetta hafa lengur. Hlaupa út frá hverju í raun og veru. Þú ert kristinn maður og hverju ertu þá að hlaupa frá? Honum líklega og af hverju? Já, þú varst líklega með fyrir vonbrigðum með hann. Af hverju hann? Hann er traustur og öruggur. Það sé nú ekki frekar það að þú eða ég og við vorum að gera kannski ekki alveg í takt við það sem hann er að gera. Ég hugsa það. Þetta segir mér það að ég þarf enn að læra af honum sem reis upp frá dauðum og gera það sem er rétt og ég viðurkenni að gera það sem er rétt. En viðurkenni leið, og það er sannleikur, að stundum ger ég ekki allt alveg rétt. Er það ekki annars rétt? Jú. Þannig að við erum með leiðsögn, ekki frá þessum manni, hann er jafn naumur og þú, en við erum með leiðsögn hvert og eitt okkar frá Jesú. Og hann gerir ekki mistök. Hann hefði aldrei komist á krossin eða hann gert neyfirkið, hann hefði aldrei orðið þessi frelsari hefði hann gert mistök. Ein hefði velt hann, þá ættu við enga frelsara. En hann gerði ekki ein og við eignuðustu frelsara, sem er frelsari með stórum staf og heitir Jesús, og hann gefur okkur niður trú, sem leyfur okkur að þekkja Jesú, sem leyfur okkur öndur að þekkja föðri, sem hann er komin af og við öllu þetta og allt er orðið til fyrir. Þannig að það er ekkert lítið sem við eigum, en erum við að sjá þetta mikla sem við eigum? Ég veit það ekki, ég held ekki reyndar. Kannski er þetta svo stórt að það nær enginn upp í þær víddir og stærðir. En það breytir ekki því að þetta er staðan. Þú átt þetta er þín eign og Drottinn er með kennslu það hvernig þú átt að nýta hana og þú verður að nýta hana samkvæmt kennslunni, annars ertu bara á skjön við það sem hann er að segja. Og það er ekki leið. Þannig að hann er að gera rétt, en þú gerir mörg mistök. Hann gerir engin mistök, þess vegna er hann að láta þig læra af því sem hann gerði, sem gerir engin mistök. Og þetta er eitt af því sem að trúin sannfærir okkur svona með tímanum, þannig að trúin er nauðsynleg, svo við fáum það orða aftur upp, þá er trúin nauðsynleg. Það er hún sem er að segja þér þetta allt, trúin, í þínu hjarta. Og þú sem trúumanneskja, ert komin eitthvað spöl í fræðunum, tekur undir þetta. Og að því að þú ert trúumanneskja og það er svona vilji til þess að gera vilja Guðs, þá viltu standa því sem þessi trúaða manneskja. Ekkert endilega vegna þess að ég og einhver annan stöndum okkur, heldur vegna þess að þú í hjartaðinu finnur það að þú verður að gera það líka. Þannig virkar þetta, þannig er þetta. Og við fengum þennan dag til þess að vöknum inn í þennan dag og þurfum að gera þessi verk í þessum degi. Við gerðum það í gær, en hann í liðin. Við gerum þau aftur í dag og Drottinn sýnir okkur jafnvel eitthvað spánýtt sem við ekki veitt athygli áður. En takt eftir því, við höfum ekki veitt athygli áður, en það er ekki neitt nýtt fyrir það, þó þessi nýtt fyrir þér. Það hefur kannski alltaf verið þarna.
en þú hefur aldrei tekið eftir því. Ég man þetta manni sem við vorum eitthvað að rúnta og þekkt hann svona aðspurnar og við keyrum þarna ákveðin veg og hann sé voru og sannlega þetta fallið allt hérna, sagði kallinn. Hann var búinn að fara þessa leið 100 sinnum, 1000 sinnum. Hann sá aldrei neitt við þessa leið. Hvað skeiði þarna? Bara Drottinn var að opna augun. Ég tók alveg undir þetta hjá hann og ég vissi alveg hvað var í gangi. Drottinn var bara að opna augun á þessum manni og sem segir mér það að hann hefur verið trúaður og hefur verið að fá okkur opinberun frá Guði svakalega er þetta fallegt maður. Þetta var bara landslag sem báðir séð í áratugi sem að förum þessa leið á þess að veita neinu athygli. Þetta er nefnilega það sem að Drottinn gefur okkur að veita athygli andartakinu og við sjáum allt í einhverja rosalega fegur sem við höfum aldrei séð áður. Hún var samt alltaf þarna en við tókum aldrei eftir henni. Þetta verður svo upptekna manneskjur við eitthvað allt annað heldur en það sem snýr að Guði. Það er svona sinn vandi. En til þess að sjá þetta er fyrsta skrefið að eiga trú og hún er gjöf. Þú ræðir ekkert það hvort þú fáir trú eða ekki. Hún er gjöf sem hann setur á mig og setur á þig eða hvern sem hann vill sjálfur og allt í einu vaknar einhver skilningur sem var ekki fyrir hendi áður og þess vegna verður þú að sjá einhverja fegurð í landslagi sem þú ert búin að vita af sem þú fæddist jafnvel. Allt í einu er komin einhver fegurð þar sem bara blasir við þér. Svona er Guð. Þetta er eiga stóran Guð. Hann breytir þessu venjulega í einhverja fegurð sem að þú jafnvel hrifst að sem að kannski ert nú ekki mjög hrifgjörn manneskja. Þetta er það að eiga Guð í hjarta sínum. Þetta er það að vilja þjóna Guði og vera undir hans afli og vilja og það er bara þess verði. Ég vil ekki skipta á því sem var og er núna í dag, bara aldrei ekki og af hverju. Þú skiptir ekkert á því besta því að þú veist að þá færðu það minnst að það næst besta og það er ekki það besta. Þú kostaði að vera undir því besta og ég hveti bara til að vera þar. Þú getur alveg mist þetta, sumir hafa mist þetta. En ekki þú vera í því liði. En þú getur það alveg ef þú uggur ekki að þér. Nú er dagur í dag til þess að þjóna Guði og lofa Guð og lyfta höndu sínum upp til hans. Gerðu það bara. Farðu nú að gera það sem þú alltaf lengi verið á leiðinni til, taktu fram orðið og byrjuðu að lesa. Og byrju Drottinum að gefa vilja til að lesa einhvað á hverjum degi. Þetta er að þjóna Guði. Þetta er að vera undir afli Guðs og krafti Guðs og þá viðhelst trúin í þér og meira, hún vex. Svo ekkur þína gömlu leið sem ekkert hefur gerst á hingað til og þú allt í einu sér einhverja fegur á þessari leið sem þú aldrei tekið eftir áður. Ekki svo að skilja hún hafi orðið til þarna, hún hefur alltaf verið en þú tókst aldrei eftir henni. Og það er gæfumunurinn á að sjá og sjá ekki. Þetta er það að eiga Guð, þetta er líka það að eiga Guð. Hann er í þessu, hann er þarna. Því hans verk er að gleðja mannin. Hans verk er að hugreista mannin, hvetja mannin, heimurinn er ekki þar. Hann hefur bendandi fingur af því hann er sár og söktur. Já, sár og söktur. Akkur er hann sár og söktur? Með allar sínar allsnætti. Af því hann misti niður þakklætið, það datt í gólfið og þegar þú missi niður þakklætið þá rísi eitthvað upp og það er vanþakklæti sem er andhverfað þakklætis. Og þá sérðu allt saman bara svart, dautt og ljótt. Hvaða líf er það? Ég held að þeir séu fleiri mennirnir og konurnir sem að eiga þetta líf, en ekki þetta gleðilega líf sem sér jafnvel fegur í einhverju sem hefur alltaf verið en þú hefur aldrei tekið eftir. Þetta er að lifna við inn í sér því að náttúran, sköpun Guðs, er full af fegur og þú ert sköpun Guðs sem átt að geta séð þetta en sér þetta ekki vegna þess að syndin greip þig.
Þú fæddist inn í þetta synduumhverfi vegna þess að hún til staðar. En Drottinn tekur þig út úr þessu aftur og gerir þig að sínu þjóni á og leið sínu verkfæri sem að boðar ljósið. Það trúin í verki. Hún boðar ljósið. Hún boðar lífið. Og það lifnar allt við jafnvel í kringu þig þar sem þú ert. Á þess að þú gerir þér neitt endilega grein fyrir því fyrirfram. En þannig það. Það kveiknar líf þar sem þú ert. Ekki svo að skilja með síðan eitt að vænta því nattur, en allavega í það skipti þá gerðist það. Menn eru fljótar að gleyma. Það vondin við þetta allt saman. Líka því góða. Þannig að það alltaf að vera að minna okkur á þetta og við þurfum að minna okkur daglega sjálf á það sem við eigum. Og hvað eigum við? Við eigum trú. Og hvað trúin? Hún eitthvað afl í mér sem að fær mig til þess að, til að mynda að tala svona. Einhverja gæfu og gengi. Hann er gæfu hann. Horfðu bara í kringum maður, þú blindur. Hitt nefnilega líka til. Nei, ég ekki blindur. En hitt nefnilega líka til. Og ég veit það og ég að tala það og ég að horfa á það. Á hvað ertu að horfa? Ljótleikan. Já, þú mátt það alveg að þú nefnir því, en þú þarft þess ekkert. Það til annað veruleiki sem miklu, miklu bjartari. Og ég veit að þú vilt það. Á þess kannski að þú hafi ígrundað það svo mjög. En þú kannski nærði ekki upp í þessa hugsun vegna þess að þetta neikvæða afl í þér, það sleppir ekki tökunum. Hei, við látum hann sko ekki fór út í ykkur og jákvæðar hugsanir þennan. Við höfum hann á okkar valdi, segir þetta afl. Við sjáum að þetta ekki guðlegt afl, þetta eitthvað annað afl sem að grípur mannin, því það ég til þess að stela, slátra og veiða. Og ekkert minna heldur en það. Og ef þú áttar þig á því að þetta sé svona, þá vilt ekki vel á það. Og hvað ætlar að gera? Að hverju ertu að leita? Það til svo sem 1.000.001 leið sem að menn segja fara, en það bara til leit Guð. 1.000.001 leið sem menn fara og segjast hafa fundið einhverja hamingju þar. En þetta allt blekking. Einn daginn þá vakna menn við það að þetta var tóm blekking. Það bara einn Guð. Ég búinn að þjóna honum síðan 89 og ég sé ekki eftir degi með honum. Ég ekkert að leita neitt. Ég ekkert að fara neitt. Ég ætla að þjóna þessum Guði að því hann vill, hann leyfir mér að þjóna sér. Já, leyfir mér að þjóna sér. Og það nú svolítið sterkt þegar maður, þegar einhver leyfir mann að þjóna sér bara svo lengi sem maður lifir. Og ljá ekkert mál svona einu öðru en að þetta sé svona. Og með þú lifir mig kæri, þá ertu í þjónustu og Guði. Einn daginn ferðu. Og þá líka veistu hvert þú ferð. Og bara blasar að veiðir í allir sinni dýr. Og bara af því einu að þú gerðir hann að herra þínu. Það engin eitt merkilegri maður en annar, en sumir gera Jesú að herra sínum og það ávinningur af því. Uppskeran þetta eilífa líf sem hann í dag. Lærisveinarnir horfðu eftir hún stíga upp til himins og þar hann enn. Já, það á 3.000 dagar þarna á milli, en tíminn ekki til á þeim stað og hann þarna ennþá. Hann raun að vera að bíða eftir þér. Það þarf fyrst að ná þér, það heitir trú og svo náttúrulega lifir þú það sem eftir á jörðinni í trúnniðinni, en þú getur hlaupið undan henni svo öðru þú vilt. Og sumir því miður gera það, en ég get nú víst lítið ráðið það hvað aðrir menn gera, en ég ekkert á leiðinni neitt frá þessu. Ég segi nú bara svo Pétur, hvert ættu að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Já, hvert á maður að fara? Maður hefur engan stað til að fara á. En maður á góðum stað, og okkur að fara þá á góðum stað. Og meira, þeim besta sem maður hingað til fundið. En hann ekki átakalaus. Það ekkert þetta líf ég búin að sjá, það verður aldrei neitt átakalaust. Þetta daglega glíma við sjálfið, eða einhverju setja hvernig sem það og það heldur áfram. Það alltaf vaðandi synd.
Það allt vaðandi óheiðarleika og svo framvegis. Þú ert inn í þessu sem væntanlega ljós drottins. Því hann veit alveg hvernig hann á að setja okkur fram og hann setur okkur fram. Kannski gerum okkur ekki grein fyrir því alltaf hvernig hann setur okkur fram, en hann setur okkur fram til að vera einhvað sem hann á staðnum. Hvað fólk sér veit ég ekki, en þetta er eitthvað sem Guð gerir og það sem Guð er að gera, þá er hann líka að vinna verk. Þannig hann er með sinn mann þarna og hann getur unnið verk í gegnum hann eða hana, hvernig sem hann gerir það. Og það kemur eitthvað út úr því, ég veit ekki hvað, en ég trúi því og veit að Drottinn vinnur verk og hann skilur ekki við neitt hálfklárað. Hann fullgerir það. Og kannski ert þú og ég og við sem trúarmanneskjur upphafið að því ferðalagi hjá einstaklingi. Við vitum ekkert það. Og við erum kannski ekkert svo mikið að pæla í því, en Drottinn gerir bara sitt verk, hann gerir það alltaf í gegnum sitt fólk. Og þú ert hans manneskja, maður eða kona. Það sem þú ert. Þannig að þú auðvitað veist margt og þú veist að til að mynda að þú átt til trú á Jesú, það fer ekkert á milli mála hjá þér, hvað sem aðrir sjá, það skiptir ekki máli. En þú ert með þessa fullvissu alveg sjálfur og auðvitað hjálpar það til, ég veit það, hjálpar það til fyrir okkur sem þessar trúarmanneskjur allavega að vera eins og menn. Það ekki? Við keppum eftir því. Því við viljum heiðra Drottinn með verkum okkar. Leint og ljóst, þá er þessi hugsun greift í hjartað og hún fer aldrei þaðan. Og svo fyrir þetta það erum við ekkert að reyna að gera neitt nema bara það sem Drottinn er að bjóða og boða. Ég er þessi maður. Og það er gott að vera í þessari stöðu, ég vil ekki skipta, ég vil nokkuð pening. Og segi bara eins og Pétur, hvert? Þú hefur orðið eilífs lífs. Hvert hefur við að fara? Þetta er rosaleg opinberun sem Pétur fær og mjög merkileg og hann er að flytja þessu opinberun til þín núna. Hvert hefur við að fara? Við vitum hver er orð eilífs lífs. Ef að hlaupa frá eilífu lífi, út í hvað? Dauðan? Gerðu við eitthvað heimskulegra? Ég held ekki. Þannig við þurfum að vera með fulla 5 í dag og við Guð gefa að við séum með fulla 5 í dag og við erum með fulla 5 í dag vegna þess að Guð er yfir og við heldum áfram að vera þetta trúaða fólk vegna þess að við viljum það sjálf. Já, viljum það sjálf. Þetta er allt vilja ákvörðun einstaklings. Við eigum þetta, trúna til, hún er gjöf, hún er þarna, en mitt verk er að velja trúna mína á hverjum degi og hér er ég að þjóna Guði. Ég valdi rétt, ég valdi þessi Drottinn bauð, en ég hefði getað valið eitthvað annað. Þetta er frelsi mitt til að velja hana. Það verður aldrei frá mér tekið. Þannig ég held áfram að vera konni gamla Hafnarfirði, en núna konni gamla Hafnarfirði sem þjónar Jesú. Já. Konna, kannski rétt nefni núna konni gamli, ég er nú orðið 72 ára gamall. Og einhvern tímann voru það nú kallaði gamlir menn og ég líti á mig bara sem konnur Hafnarfirði og ekkert minnaði það. Kann ágætlega við það. Já, þessi dagur býður gott hlutskipti því að hann býður okkur að gera verk Drottins sem við erum kölluð til að gera og hann kallaði mig í þetta eins og kannski veist og þetta er enn eitt þátturinn sem að við höfum verið með hér og hann er ekki enn eitt þátturinn því að þetta er Guðsorða þáttur og þá er hver Guðsorða þáttur sérstakt efni sem, já, þess vegna aldrei hefur verið talað áður. Þetta er nýtt efni. Það er alltaf eitthvað nýtt og ferskt frá Drottni sem að við sækjum í. Þú kemur á samkomu
í kirkjunni þinni og þú segir kannski í vondaskapinu þínu enn einu samkoman og mann enn eða sem það er. En þetta er ekki enn einu samkoman. Hún er spán í þessi samkoman, hún hefur aldrei verið áður. Þú reiknar með þessu hinna en það getur gerst eitthvað allt annað á samkomin. Allt innu kemur gestur inn og hann segir kannski eitt eða 2 orð sem enginn átti von á en fékk leyfi til þess að tala vegna þess að drottinn senda hann inn til þess að segja eitthvað. Við leyfðum honum það og hann kom með eitthvað boðskap sem að, greip einhverja. Svona er Guð. Þannig að samverustundin verður aldrei bara einhver venjubundin samverustund sem að við reiknum með reyndar með að verði venjubundin samverustund en þú veist ekkert um það. Og þú mættir og varst í vitni að einhverjum svona skemmtilegu uppátæki sem gerðist þar og sem þú hafði gaman að jafnvel og manst vel eftir. Þetta er stundin með Guði. Þú manst eftir henni. Þannig ekki allt sem við munum eftir frá liðinni tíð og ekki svo að skilja við munum eftir einhverjum samkomi hér eða þar sem voru svo flott. Ég held að það getur verið varasöm kenning. Það var svo gaman þá, það var svo gaman þarna sem segir mér það er líklega ekki eins gaman í dag. Hvað hefur breyst? Guð. Hvað er hann orðinn eitthvað þreyttur og leiður? Nei. Þú hefur breyst. Það er vandinn. Og þetta er dagurinn í dag sem hann gefur okkur til þess að gæta hjarta okkar. Hvað er að bærast þar? Ég veit það ekki, þú veist það. Alveg svo ég veit það sem er að bærast í mínu hjarta og ég vil bara að það lofi Guð eins og alltaf áður. Þannig að þú sér það, við erum búin að beina að þessi einstaklingur hefur beint hugsunni sínum og hjartanu sínu að Guði. Gerðu það sama. Þú ræður svo alveg sjálfur og sjálf. Hvað viltu? Þú þekkir Guð og ég líklega reikna með því að þú viljið þjóna honum. Gerðu það bara. Það er allt tiltækt. Það er allt til staðar. Þannig að þú og við og ég og þú, við getum ekkert látið eitthvað hefta okkur sem að skeði. En við gerum það alltaf oft og það er á einni ástöðu tilfinningarsemi okkar. Er það ekki rétt hjá mig? Jú, tilfinningarsemin okkar er allt of oft að grípa inn í atburðarásina. Kjörnum ekki þangað aftur. Eitthvað svona. Þetta veit Drottina og ég er mjög þakkláttur fyrir það svona prívat að hann veit af þessum löstum okkar, þetta er ekkert annað en lestir og hjálpar okkur í gegnum þá. Hann snýr ekkert baki í mér að því að nú konni í fílu. Þú kannski geti gert það. Hann snýr sér strax að konna í fílu til þess að taka á hann fíluna. Og hann tekur á hann fíluna og hvað kemur þá fram? Gamla gleðin. Já, nýja gleðin. Sem hann vill vera undir. Alveg svo þú. Okkur finnst nú betra að vera glaðar manneskjur en fílugjarnar. Hendar og heittaraug. Það er uppetandi, uppslítandi og gengur svo manninum dauðum. Þannig bara er það. Þannig að gleðin hún er gefin þér, þótt gleðigjafan Jesú. Þetta samstarf þarf því að vera virt. Er það virt? Eftir svona þáttu þá getur það alveg verið virt. Okkur heldur að Drottinn sé að senda, til dæmis mig og okkur sem erum á ferðinni, þannig séð. Til annars en að uppörfa, benda á, niðurlútu, til að hann verði aftur upprétt manneskja. Við erum öll á þessum stað, einhvern tíma. Og þá kemur bróður og systir einhvern veginn að þér og segir eitthvað við þig sem að drífur þig á lappirnar. Þú horfir aftur til Jesús sem þú gerðir svo skemmtilega í gær maður og varst alveg ákveðin svona eins að taka á því núna. En svo kom nýr dagur og þá kom annað ljós. Og það er allt í lagi. Nýr dagur getur alveg byrt okkur eitthvað annað ef við væntum. En þá verðum við bara að glíma við það. Við eigum ennþá þetta nafni Jesú. Við eigum að kalla það. Þetta nafni Jesús það virkar. Ekki bara stundum og endurum og sinnum. Það virkar alltaf. En áhaldum hvort að ég sé að nota það alltaf þegar ég ætti að nota það. Ég veit það ekki.
En Guð gefur mér við til þess að gera það þegar ég þarf. Því það er ekkert rosalega erfitt að segja nafnið Jesú, en það er erfiðasta orð sem þú þekkir. Það er mér mjög tamt að nota það orð. Og ég rekna með það sama gildi þig sem átt sama og ég, sem er trúin á Jesú. Þannig að þetta snýst allt Jesú. Hringurinn lokaðist alltaf á Jesú. Hann opnaðist með Jesú og hann lokast með Jesú. Og þú ert þarna inni að lofa hann, tigna hann og tilbiðja og ert stundum uppundir vondurskapi, ég veit þú ferð aldrei í vondskap, en þú stundum ertu uppundir vondurskapi og þú vilt ekkert með þetta hafa. Búin að nóga þessu. Ég reyndar minnist nú þess ekki hafa sagt þetta sjálfur, en eflaust hefur ekkert komið upp þessi hugnaðum að nú búin að fá nóga þessu. Nóga hverju, spyr ég nú bara í dag. Jesú. Þetta snýst allt Jesú. Það sem ég er að gera og ég er í dag er vegna Jesú. Og okkur fæ ég þá nóg á honum. Því ég er bara manneskja. Og ég tek ekki alltaf rétt á verkum og málum, ekkert frekar en þú. Þetta er bara staðurinn sem við erum á. En Jesú er á þessum staði líka. Hér og nú, já, í andartakinu, það er Jesú. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að hrópa eftir leiðsögn hans? Eða þörfskallast eða að fara að gera eitthvað annað? Hver myndi stoppa því í því? Enginn. Ekki einu sinni Jesú. En hann er með ráð og hann jafnir hrópar á eftir þér, gettu inn og farið ekki lengra en þetta. En heyrðu það? Ég bið Guð já að þú heyrir það og hvað gerum við þá að því við heyrðum? Við snúum við og förum tilbaka. En Drottinn segir nú reyndar frá því að Drottinn fara á eftir þeim sem að hljóp burtu og hann gerir það. En við getum líka valið að fara að láta hann bæta ekki þessu erfiði á fyrir hann og eru bara kjörn. Þú ferð aldrei neitt frá mér eins og týnd sögur náttúrulega eitt er þetta þakklæti og að sjá hvað maður á. Við þekkjum söguna týnda syninu sem var nú svolítið leiður að vera heima hjá pappa. Netti þessu ekki lengur og var eitthvað farin að skoða heiminn og sjá alla dýrðina þar og hann segi, já, pabbi, ég nenni þessu ekki lengur að hanga hérna hjá þér. Ég er farin, bless. Og faðir kann alltaf ekkert annað að geta lyft drengnum að fara. Og hann, það segir nú frá því, hann hafi, já, þessi ég daglega líklega farið og skimað eftir stráknum hvort það sé ekki að koma aftur. En hann leyfði honum að veltast þarna eins lengi hann vildi. Og hann kemur tilbaka niður lútur og uppgefinn, en það var ákvörðun hans. Við munum eftir þessu. Hann lifði alveg eins og kóngur tíma. En svo þegar hann fjaraði undan honum algjörlega og þá endar hann bara fyrir framan svínadal. Var eitthvað að heyrða svín. Og hann hafði ekkert að borða, ekki neitt, en svínin hafði þó eitthvað að borða. Þá vaknar hann, hvað þurfum við að ganga neðarlega til að vakna? Þá vaknar hann og segir sjálfum sér sannleikanum að daglegnum mennirnir hafi að bíta og brenna eins og þeir vilja. Daglegna menn föðurins, verkamennirnir hans, hafi nóg að bíta og brenna, en hér er ég ekki með neitt. Og hann var náttúrulega sonur þessa einstaklings og synir geta nú held ég allir farið til föðurins aftur eða þeir vilja það. Og hann gerði það. Náttúrulega alveg svoleiðis tvöfalt kvíðinn yfir móttökunum sem hann mögulega hugsanlega fengi og búin að búa sér til einhverju rullu sem myndi milda föðurinn. En það var nú ekki það sem að beið hans. Þegar faðirinn bara kom sjálfur hlaupandi á mótorn og loksins þegar drengurinn drattaðist heim. Spurningar, engar spurningar takk. Velkomin í mitt hús. Þá voru viðtökurnar. Og bróðir hans, ég, sé þetta og alveg svoleiðis hneykslast á pappa. Hvernig dettur þér þetta í hug?
Hann fór frá þér. Og hann búinn að eyða öllu. Svo tekur hann og bara slærir veislu handunum. Ég hef aldrei fengið kjöldlæri frá þér í öll þessi ár sem ég þjónaði þér. Varst þetta mikið öðreitlæti? En faðirinn hafði nú svarið því, þú har aldrei beðið mig um neitt maður. Þú hefði getað beðið mig um hvað sem var, ég hefði látið þig fá það. Hvað er þetta? Þetta er myndilega því að þú ert að tala við Guð. Þú ert að leggja fyrir hann áætlanirnar þínar og aldrei að vita hann að samþykja það og svo framvegis. En ef þú ert bara einhver sem þjónar honum og talar aldrei við hann, þá þekkir hann heldur aldrei neitt. Og það er ljóst að þessi eldri strákur, hann svo sem rekti sínu verk og sína vinnu, en hann þekkti ekki pappa sinn. Það er alveg ljóst, hvernig með mig og þig, þekkjum við föður okkar á himnum. Já, ég bið það að við gerum það. Og erum við að biðja til hans? Já, ég bið það að við gerum það. Því hann vill heyra bænirnar okkar. Hann segir það við strákinn, þú hefur aldrei beðið mig um neitt. Sem sagt, hann er að vara að vænta þess að hann gerði það. Til að bæði að vita þangan hjá hann og hvað hann var að pæla, en ef við segjum ekki neitt, hvernig ná þá einhver að vita hvað við erum að pæla? Við þurfum að opna okkur. Það er náttúrulega erfitt fyrir fólk að opna sig í dag því að það er svo mikill kjaftagangur að einhver opnast við þá er að verða út með allt. Þannig að það þarf að vera varlega í það allt saman. En það er alltaf til fólk, mín kæri, sem er alveg tilbúið til þess að hlusta og það fer ekki lengra. Og öll höfum við þörf á því að opna okkur á einhvern stað. Ekkert kannski alltaf, en oft höfum við þörf fyrir að opna okkur, losa í okkur. Og þá er góður vinur á geti skjóða til þess að hella í. Og ef hann er góður vinur, þá þolir hann líka að heyra vælið í þér, eða mér. Og það er allt í lagi því að stundum þurfum við að þola vælið í honum. Þetta er vinátta. Þetta er sönn vinátta. Og þennan vini eigum við á himnum. Hann er alltaf tilbúinn til þess að hlusta. Hann vælir ekkert í mér því hann er ekki vælugjall, en hann talar við mig, uppörur mig stöðu og segir mér ýmislegt sem að hann er að, já, veit kannski að ég geri og allt saman það. Þannig að því við erum að þjóna lifandi Guði, lifandi afli sem veit hvað syngur. Og þannig að þetta sem við erum að boða. Við erum ekki að boða einhvern kall sem var uppi fyrir 2000 árum og er dáinn. Það er nú ekki svoleiðis. Við erum að tala jú, mann sem að lést dó er reis upp. Já, hann er að segja, Konni, þú rís líka upp. Trúðu mig. Ég segi, ég trúa þig. Haltu þig áfram, segir hann. Og endað bara dagana þína með nafnið mitt á vörunum. Já, takk fyrir það, segi ég, það er það sem ég vil. Og þetta er það sem ég og þú eigum að vilja. Það er að vilja bara nefna þetta nafn, alveg stöður. Jesú er málið. Þegar við segjum Jesú er málið, þá erum við að segja sannleikann. Hann er málið. Í öllum atriðum er drottinn málið. Og núna ertu algjörlega búin að loka á manni því að hann tala um tóma steypu. En þetta er ekki tóm steypa, þetta er sannleikur. Og ég veit, ef þú trúir, þá ertu með mér þarna. En ef þú ert að koma inn og hefur aldrei ekki mikið pælt í þessu, þá ertu búin að loka bara aftur. En kannski ertu ekki alveg þar, en þú hlustar áfram og vegna þess að það er einhvað þarna sem vakti einhvern áhuga hjá þau. Þannig er Guð. Hann veit alveg hver er að hlusta og heyra. Hann veit alveg hver hann er að sækja. Hann notar þennan til að sækja þennan og einhvern annan til að sækja hinn. Og svo framvegis og svona er þetta. Já, þetta er magnað að fá að þjóna Guði með þessum hætti og hann skuli treysta manni fyrir orði sínu því að það er ekki allir sem að fá þetta traust. En ég hef það og ég þekki margar sem hafa það og þú getur alveg haft þetta en þú verður þá að vera þessi trausta manneskja í hans augum. Hann sker úr það, ég hef ekkert það að segja. Ég blessa þá sem í þjónustu Drottins og hef nú gert það hingað til.
En það komið að lokum og Konráð kveður og heldur þessu verki áfram að viku liðinni. Verið sæl.